Sagan gerist í framandi landi, þar sjóðandi heitt og eyðimörk. Klara og hundurinn hennar eru fátækir borgarar sem búa á götunni. Þau eru hamingjusöm og líður vel saman þrátt fyrir fátæktina. Í höllinni býr prinsessan og kötturinn hennar, frú Malsson. Prinsessan, komdu, við skulum kaupa ný föt. Klara og hundurinn Plató er að leita sér að mat þegar prinsessan og kötturinn ganga framhjá. Afsakið yðar hátign, en getur þið nokkuð séð af nokkrum aurum? Við höfum ekki borðað svo lengi. Þið erum fyrst að ávarpa mig, óbreytti borgari. Hundurinn hugsar með sér. Nei, hvað er að ske? Ofboðslega er hún dónaleg, ætli henni líði eitthvað illa. Fyrirgefðu yðar hátign, ég ákvað bara að spyrja, við erum svo svöng. Prinsessan heldur áfram göngunni. Í dimmu skúmaskoti bíður maður sem hefur illt í huga. Hann hleypur fram og grípur frú Malsson og stekkur svo í burtu. Komdu köttur, komdu köttur. Hjálp! Hjálp! Prinsessan æpir að hjálp og hleypur á eftir manninum, en hún er í svo síðum kjóla að hún dettur og situr þar grátandi. Klara og hundurinn koma hlaupandi og hjálpa prinsessun á fætur. Er allt í lagi með yðar hátign? Nei, hann tók elsku frú Malsson, en okkur er þið að hjálpa mér? Ég er svo dónalegast af ykkur. Herði, okkur líður bara svo vel ef við erum góð við aðra. Þau bjóða svo til að hjálpa til við að ná frú Malsson. Prinsessan nær í fína sportbílinn sinn og þau halda af stað. Allt í einu finnur hundurinn lykt af frú Malsson og geltir hátt. Klara þýðir fyrir hann og segir að þau sé að nálgast helli mannsins. Þegar þau koma að húsinu heyra þau ljúfa tónlist og fyrir innan bíður þeirra undarleg sjón. Frú Malsson liggur á silkipúða og fyrir framan hana er skál með rjóma. Manninum er brugðið að sjá þau og verður leiður. Hann segir þeim að hann sé bara svo rosalega einmana því að hann sé svo ljótur og sviptir af sér hettunni. Andlitið á honum er öðruvísi en hjá öðrum. Hann er alsettur örum eftir slys sem hann lenti í. Prinsessan æpir af ótta. Æ, hvað þú ert ljótur! Maðurinn segist vita það og fer að gráta. Klara skammar prinsessuna. Herðu, það er sko bara, þú ert nú meiri dónin. Það skiptir engu máli hvernig maður lítur út. Það er innihaldið sem skiptir máli. Fyrirgefðu, ég þarf að læra mjög margt. Klara og hundurinn hafa opnað augun mín og nú veit ég betur. Það var rangt af þér að ræna frú Malsson, en ég er glöð að sjá að þú tókst svona vel við hann. Nú þarftu ekki að vera einmana lengur. Ég ætla að biðja ykkur öll að búa hjá mér í hellinni og reyna að vera betra manneskja. Upp frá því liður Klara og hundurinn engan skort og þau voru ánægð með að hafa breytt huga prinsessunnar. Þau gáfu fátækum að borða og maðurinn sem var hinn mesta gæðasál og hjálpaði þeim. Brátt sáu allir að maðurinn var góður og þau hættu að óttast hann. Þau lifðu öll hamingjusöm til æviloka. Endir.